Góðan daginn, elskurnar, og velkomin í Geimsýruna. Það þriðjudagurinn 23. júní. Hvað ætli ég sé með á boðstólnum í dag? Ég get sagt ykkur það, nákvæmlega ekki raskat. Ekkert í gangi. En það er kannski ekki rétt. Það alls konar í gangi. Fariði inn á þessa miðla, alla þessa UFO-miðla, og sjáu hvað að gerast. Á official ánganum, það verið að stofna einhverja nefndir og hann setja einhver rannsóknarnefnd og það einhver svona ráðgjafarnefnd og það ýmislegt eitthvað svoleiðis bala í gangi sem snýr að ég ætla að segja uppljóstrun en enn og aftur ég bara svo þreyttur á þessu. Ég orðinn svo þreyttur á þessu bulli. Nenningin svona fara út í það. Svo auðvitað erum við með bara á hverjum einasta degi hvern uppljóstrarann innan svega á fætur öðrum, einhver maður sem segir eitthvað og maður bara einhvern veginn skautar framhjá þessu á hverjum einasta degi. Ég gæti verið bara í fullri vinnu við að hlusta á podcast eða viðtöl eða fréttaþætti, heimildamindir, þar sem verið að tala við eitthvað fólk sem að segja eitthvað sjálfan sig eða eitthvað annað fólk. Og ég verði eiginlega bara að segja, hreint út sagt, ég er bara eiginlega fed up with this, Og ég var að horfa á viðtal í gær við upplýsingafulltrúa MUFON. Man nú ekki hvað hann heitir, en það skiptir það engu máli. Fyrir þau eitthvað sem ekki viti hvað MUFON þetta er svona alþjóðlegt rannsóknarteymi eða samtök sem eru með svona sellur út allan heim. Þú getur bara farið inn á MUFON og gerst félagi. Þú getur meira þess að farið inn á MUFON og borga fyrir fræðslu, kennslu og verið rannsakandi í þínu tiltekna svæði. Það örugglega einhver MUFON-brjálæðingur hérna á Íslandi sem búin að fara í gegnum þetta prótókoll. Þannig að ef eitthvað kemur upp, ef að MUFON fær tilkynningu eitthvað UFO-atvik eða abduction eða eitthvað, þá hafa þeir samband við rannsakandan á því svæði og hann fer sem sagt pro bono, þetta bara félagsstarfsemi og sjálfboðastarf, þá fer hann bara á svæðið, tekur viðtal, safnar gögnum og kemur þessu í einhvern ákveðin gagnabanka innan MUFON. Þetta allavega, þetta eru stór samtök, stór félagskapur og alveg bara old school, gamall, svona established, frekar basic og svona með svona semi-vísindalega nálgun á þetta og bara flott. En þessi upplýsingafulltrúi MUFON var sem sagt í viðtali gær, löngu viðtali sem ég var að hlusta á. Og hvernig hann talaði, einhvern veginn bara, hann synkaði bara með hvernig mér farið að líða gagnvart þessu öllu saman. Við erum ekkert að fara að fá einhverja svona basic government disclosure uppljóstrun. It's not gonna happen. Það ekki að fara að gerast. Það bara eitthvað svona Stockholm syndrome, eitthvað disorder. Það búið að vera ljúga að okkur í 90 ár eða 79 allavega ef við tökum Roswell sem ground zero sem það örugglega ekki. Það búið að vera ljúga að okkur og við erum með hérna bara síðan á 5. áratugnum þá erum við með þessa einkaverktaka sem þetta eru military complex sem að sem bara falið að sjá þetta. Það náttúrulega, þar hafa þær enga skyldur hvað var að gegnsæi eða tilkynningaskyldur eða nokkuð skapaðan hlut. Þeir geta bara haldið hlutum leyndum og og þurfa ekki að svara fyrir neitt gagnvart þingi eða neinu svoleiðis. Engu. Það sama á ekki við ríkisdeildirnar sem eru actually með þessa einkafyrirtæki sem verktaka á sviði varnar og stríðsmála. En það svo sjúklega hólaskipt og mikið black budget
djúpríki að sko, þetta ekki að fara að gerast. Þetta bara ekki að fara að gerast. Sorry kids. Við komum mjög líklega til með að fá mögulega eitthvað sviðsett og sumir tala núna júlí, einhvers konar innrás eða einhvers konar endurkomu messias eða hvað veit ég, eitthvað sem setur okkur bara svona á hliðina. Þetta mögulega að fara að koma. Við erum mögulega að fara að fá eitthvað forseta Donald Trumpin og bara eitthvað we have biologics, alien biologics and bla bla bla, skilur. Það mun halda einhverja ræð og bla bla bla. Okkur verður eitthvað svona að henda einhverja svona milsnur, mögulega eitthvað að henni sönn en lungað af henni ekki. En sannleikurinn, kjarnin í þessu öllu saman, sem snýr að tækni, sem snýr að samfélagsvitund þessara samfélaga, sem snýr að því í rauninni bara hvað djúpríkið búið að vera að gera öll þessu á. Því ef þið ætla að segja okkur allan sannleikann, þá þurfa þið líka að segja okkur hvað þau eru búin að vera að gera síðustu 80-90 ár sem einkennist af engu öðru heldur en legum, óheðaleika, siðleysi og ofbeldi og ekki bara í garð fólksins, heldur líka í garð þessara fjölvítar eða þessara ójarnesku eða ómennsku vera sem að hafa komið niður með þessum flíildum, the biologics, pyntingar, vesen. Þannig að krakkar, ég ekki bjartsýnn á þetta. En það líka, ég get sagt ykkur, þetta í samræmi við hvað ég búin að vera að skrifa upp á síðkastið. Og UFO 202, by the way, ég búin að vera svolítið upptekinn síðustu daga. Ég búin að vera að fara yfir, svona loka yfirferð eftir að Hönnur kláraði umbrot, Siggeir Hafsteinsson, meistari með meiru. Við vorum að klára þetta í gærkvöldi og ég sleppti þessu frá mér og þetta farið í prentun. Takk fyrir það. Og í þessari bók þá alveg bara hamra ég á því að þetta verður ekki government disclosure, þetta verður að vera people disclosure. Og ég fer yfir það í þessari bók hvernig þið getið farið að vakna andlega og opna þetta þriðja auga og það öllu líkindum hefur með hverja einustu frumu mannslíkamanns að gera eða einna frekar hvað inn í henni og það eru örpíplur, microtubulus sem skammtafræðileg brú úr efni yfir í quantum. Og þarna getum við farið, þarna erum við orðnir leikstjórar. Þarna erum við farin að ná í minningar úr fortíð og úr framtíð. Og það eina sem getur komið í veg fyrir að framtíðar sýn okkar eða innsæi raungerist að við verðum að hafa trú á sjálfum okkur. Við verðum að hafa trú. Við verðum að hafa trú á innsæin okkar, dómgrindin okkar. Annars erum við zombies. Annars erum við þessir einstaklingar sem höfum ekki trú á okkur, heldur fyrir við að setja trú okkur á traust á þríeykið, á yfirvald og einhverja goddamn presidents og it ain't gonna happen. Þetta ekki að fara að gerast. Bókin að koma út. Hún háandleg. Hún þess eðlis að ef þið ætlið að lesa hana, þá þurfið þið, elsku hlustendur, að vera tilbúin til þess að ryðja burt gömlum hugmyndum, skilyrðingum og, hvað ég segja, kerfislegum fjötrum. Það bara ekkert flóknar en það. Þið þurfa að vera tilbúin til þess að hugsa út fyrir boxið og svo bara getið dregið úr þessu what you will en bókin beint frá bíli. Það bara þannig. Hún sem sagt að koma úr prentun núna í lok næsta mánaðar, mun þó líklega að fara í forsölu og ætlum við sleppum henni ekki lausri svona í lok ágúst. Það planið okkar strákana. En allavega lítið að frétta, mikið að frétta, eitthvað að frétta, I don't know.
ég auðvitað mun fylgjast með því sem í gangi hvað ég að segja ég spenntur að sjá hvað Department of War gerir hérna næsta föstudag. Það voru 2 vikur síðan að síðasta droppi var sleppt. Veist, þeir komið með orba síðast. Veist, fyrir droppin 2 þar á undan voru svona eitthvað fuzzy. Svo fóru þeir yfir í svona nuts and boltsy og svo komið með orbsy. Þannig að hvað að fara að gerast núna? Eru að fara inn í eitthvað svona aliensy? Þetta meira svona biology? Þetta eitthvað svona, veist, hvað eru að fara að tala um? Eru að fara að sjá myndir hérna af einhverjum Nordics hérna? Veist, eða einhverjum reptilian aliens, skilurðu? Veist, hvað eru að fara að sjá? Því að það er verið að droppa þetta í okkur. Það er verið að fucka í okkur. Það er svo verið að rugla í okkur. Það var að búa til einhverja narratífi núna. Það var að draga okkur eitthvert. Komið krakkar, eltið okkur. Og það var að fara með okkur hérna bara eitthvað. Ó nei, veist, við erum komið með fjöldan hingað. Bara, they're actually aliens. Og svo bara allt í einu, bara eitthvað svona alien invasion og eitthvað svona, veist, einhver holography á himni og einhver hérna bara Lockheed Martin, hérna bara eitthvað reverse engineered, einhver 3 gameskip, hérna bara eitthvað Það er verið að fara með okkur í eitthvað algjört clusterfuck, ég er að segja ykkur það. Þannig að það sem ég skrifað þegar ég beðin að árita þessar bækur, það er bara elsku þú skoða allt, rannsakað allt, horfðu til himins en trúðu engu. Við erum bara þar. Þetta snýr að uppljómun, þetta snýr að sjálfvirkni, sjálfvirkni, sjálfbærni, þetta snýr að upprisu og þetta snýr að tengslum við eitthvað kosmískt, við eitthvað æðri mátt og ég er ekkert endilega bara tala hérna Jesus, if it rocks your boat, fine. Ég er að tala Guð, ég er að tala hið alskapandi afl. Þetta snýr að upprisu og þar finnið þið innsæið, þar finnið þið þessa dómgreind og þar finnið þið bara að heyrið þessa rödd sem hvíslar að ykkur í þögninni og hún er bara að hvísla að ykkur bara wake the fuck up. Það er bara þannig. Herraskutnar, mér þykir vænt ykkur, þetta var bara eitthvað svona eldræða og eldræðan kemur þegar það er ekkert að frétta. People disclosure. Þið ráðið hvort þið followið gamesýruna á TikTok eða YouTube og svo getið þið fylgt mér á þarna, hvað heitir það? Já, Facebook og ég er þar undir nafninu Gunnar Dan. Þar til næst, mér þykir óvandalega vænt ykkur, ekki skrítið, namaste.